Nú ætlum við aðeins að skoða virðisaukaskatt. Virðisaukaskattur er skattur sem leggst á nær alla vöru og alla þjónustu á Íslandi, nema eitthvað sé sérstaklega tiltekið í lögunum að það ber ekki virðisaukaskatt. En virðisaukaskatturinn er skattur sem kemur ofan á eftir við tökum innkaupsverðið, öll önnur gjöld sem hugsanlega falla til og álagningu og síðan bætum við virðisaukaskattinum ofan á allt saman. Og virðisaukaskattinum ber síðan að skila í ríkissjóð. Það eru 2 þrep í virðisaukaskatt á Íslandi, þetta er tekið 2020, þetta getur breyst á milli ára. En núna eru þau 2, matvara og svona ýmsar nauðsynjavörur bera 11% virðisauka, það er vask eins og er stundum kallaður, skammstafað FSK, og rest ber 24% virðisauka. Gallabuxur kosta 14.000 án vask, hvað kosta þær með vaski? Vaskurinn er 24%. Þannig ef ég ætla að bæta 24% við, þá er ég komin með 124% og það er tugabróti, þá deili ég með 100. Sinnum 14.000, það er jafnt og 17.360 krónur. Þannig að þetta kostar buxurnar með virðisauka. Ég get líka fundið 24% sér, 0,24 sinnum 14.000, fæ þá 3.360 krónur, tekið 3.360 krónur pluss 14.000 og fæ 17.360 krónur. Ég fæ sama svarið því þetta er sama aðgerðin. Nema hér ger ég að 1 skrefi og hér í 2. Skiptir í raun engu máli hvora aðgerðina við notið. Penni kostaði 245, hvað var virðisaukaskatturinn hár? Hér erum við aftur að vinna í 24% virðisaukakerfinu. Hér er búið að segja sem sagt 1,24 sinnum einhver vara gefur okkur 245. Það er að segja það er búið að margfalda einhverja tölu sem við veitum ekki hver sinnum 1,24. Þetta er bara jafna. Ég get deilt með 1,24 báðum megin. Þá styttist það út hérna megin. Þá fæ ég bara x er jafnt og það er 47 krónur. Flóknara var það nú ekki. Vara kostar 245 krónur, vaskurinn var 25 krónur. Hvað var virðisaukaskatturinn mörg prósent? Hérna þarf ég að finna hvað er þetta stór hluti af verðinu án virðisauka. Ég má ekki gera 25 deilt með 249. Það er ekki alveg rétt. Því ég verð að gera 249 mínus 25. Þegar virðisaukaskatturinn er 25 krónur, þá fæ ég 224 krónur. Síðan ætla ég að finna hvað var 25% mörg prósent af því. Þá ger ég 25 deilt með 224 og ég fæ 0,11 sem gefur okkur 11% vask. Þannig að svona reiknum við virðisaukaskattin.